Hérna í listvinnslunni erum við að gera ýmis verk, svona bæði listaverk og svona í kringum listaverk. Sumir einu sinni, aðrir tvisvar í viku. Það mjög misjafnt bara í fólki og við erum líka bara svona tala það sem við ætlum að gera í listinni og hvað framtíðin mun bera í skauti sér. En eitt get ég lofað ykkur að það alltaf gaman hjá okkur. Og áhugaðlega mest þegar við skellum í það að fara að dansa. Já, geggjað. Það endar mjög oft þannig. Og svo núna í vikunni þá vorum við með ljóðasmiðju með listvinnslunni og lestraklefanum. Já, hún bara sittur aftur. Og við ætlum bara að sýna ykkur aðeins frá ljóðsköldunum, bæði frá listvinnslunni og átaki Félag fólks með þroskahömlun. Og átak það barátufélag sem sem fyrir þroskahömla og skylda fatlanir. Já, þar sem fólk með þroskahömlun og skylda fatlanir eru að berjast fyrir réttindum sínum. Og við ætlum kannski bara, og þessi ljóð sem verða það líka hægt að birta þau verða birt á lestraklefanum sem bókmenntasíða. Og við erum fullur Díönu þaðan sem var að stýra þessa ljóðasmiðju. Og ef við getum þá kannski bara byrja að Harpa, verður þú til að byrja að lesa ljóðin þín? Já. Já. Við skulum kannski bara hver og einn má bara kynna sig og sjá að lesa ljóðin. Og þetta bara frekar frjálst flæði í dag. Við ætlum bara að hafa gaman og hlusta á hvort annað að lesa ljóð. Takk. Harpa, gerðu svo vel. Hi, I also just want to say really quick, we have some flyers there on the snack table, and this has information for Listvinsland. We're a studio that's open to do all different types of art, video making, two-dimensional art, poetry like we're doing tonight. We also have some art here on the table, so maybe afterwards if you want to check out some of the art, feel free to go through it. And thank you guys all for coming. Tack. Já, ég heiti Harpa Rut og listamaður og ætla að lesa 3 ljóð sem ég samdi á miðvikudaginn. Gríma. Þú fæðist í samfélag sem segir endalaust að vera maður sjálfur. En þegar maður gerir eitthvað sem hugsa sér skrítið er sagt nei, hættu, við gerum þetta ekki svona. Þegar er sagt að fela hver þú ert í raun og veru og setur grímu. Vertu þú en ekki vera þú. Heldu gleðina, sorgina, reiðina, heldu allt bak við grímuna. Nei, ég mun ekki fela mig, nei, ég vil vera ég. Fögnum fjölbreytileikunum og fellum grímuna. Haustið. Endalausar breytingar. Breytingar, breytingar. Laufin verða fyrst græn, svo verða þau gul, appelsínugul eða rauð. Svo kemur vindurinn og öll laufin eru farin. Ó, hvað ég vildi frysta tímann og heiminn bara í örlitla stund, svo ég geti horft á litina aðeins lengur. En tíminn heldur bara áfram og breytingar líka. Sumar eru góðar og aðrar slæmar, því við getum ekki breytt. Hvað er gervi og hvað er alvöru? Það sem þú telur alvöru tel ég kannski vera gervi. Hvað er ekkert alvöru? Hvað við lifum öll í ímynduðum heimi. Þá segir þú kannski að ég hætti að pæla í svona skrýttum spurningum. Takk fyrir.
þetta harpa. Það var aðeins ljóð. Næst ætlum við að fá Díönu Sjöfn til þess að lesa ljóð eftir Helgu Pálínu sem að komst í miður ekki hér í dag, en hún er ljóðskáld sem í átaki og hefur verið að skrifa svo lengi bara í mörg ár, þannig að hún er alltaf núna að lesa nokkur ljóð eftir Helgu. Gjörðu svo vel. Og þú getur kannski sagt okkur aðeins frá lestrarklefunum. Já. Hæ, ótrúlega gaman að vera ykkur í dag. Og bara, við erum svo ánægð með þetta samstarf, lestrarklefinn. Við sem sagt ætlum að fá að birta ljóðin hjá þeim sem vilja, eftir bæði ljóðasmiðinu og bara líka hjá öðrum ljóðskjöldum. En lestrarklefinn er svona bókmennta- og menningarvefur. Við höfum verið að skrifa umfjallanir og leikhúsumfjallanir. En svo erum við líka ofta að birta efni eftir nýja höfunda, bæði smásögur og svo ljóð. Og við ætlum í þessu samstarfi að birta ljóð eftir ljóðskáld hér í dag og ljóðskáld sem voru með okkur á ljóðasmiðjunni síðasta miðvikudag. Og það var mjög gaman að fá að vera með þessa smiðju á miðvikudaginn. Og hún Helga Pálína ætlaði að vera með mér að stýra smiðjunni. Og því miður svo kom upp á eitthvað hjá henni, en ég sagðist ætla að koma hérna og lesa ljóðin hennar sem hún er bara búin að vera að skrifa heima þessu. Hún er mjög afkastamikið ljóðskáld. Svo var líka Haukur Guðmundsson að biðja mig að lesa eitt eftir sig, þannig ég ætla að byrja á ljóðunum hennar Helgu Pálínu og ég valdi 2 úr safni hennar og svo ætla ég að lesa eitt eftir hann Hauk. William Syndrom álfabarn. Ég er algjör stór álfabarn, geri allt sem betur fer, sama er mér. Með hjartagalla lifi ég með. Ég átti erfitt við mitt geð. Ég elska að dansa, símanum ég þarf að ansa. Ég elska að drekka kók, að hrekja eitthvað sem þolir djók. Í tölvunni ég leik mér í, eins og vera ber, ég get gert það besta. Gefa kossa klesta. Mér finnst nammi gott að ekki vera með pott. Allt þetta ljóð er ort. Svo er hérna Samastaðir í Skeljavík. Samastaðir reistur er í Skeljavík. Fallegt umhverfið það er engum líkt. Sofa þarna og dunda sér er algjör frík. Strákarnir hafa það gott. Það væri nú gott að hafa heitan pott. Best er að eiga nammi og pott. Húsið er svart á litin. Eldum læri og stór var bitin. Það lag að manni svitin. Í göngutúra fórum við öll. Skyldi vera til álfar og tröll út víðan völl. Svo ætla ég að lesa eitt eftir hann Hauk sem heitir Ástíminn. Þótt við segjum að við elskum sumarið, þá þýðir það ekki að þá verður besta veðrið. Þetta er hvernig við skilgreinum árstíðirnar. Þótt við þolum ekki mörg veturinn, sem oftast er kaldur, en þá er hausti líka ágætur tími og sólin getur komið á hvaða árstíma sem er. En endilega bara eftir viðburðinn að tala við mig hverju vilja láta birta ljóð eftir sig. Og já, ég verði mjög spenntur bara eftir viðburð. Og ég hlakka til að heyra frá fleirum. Já, takk fyrir þetta. Ég held á bollarminu núna því að ég var með kaffibolla og ég vildi ekki að balli myndi halda á niðurleika að færa með hætti öllu kaffinu sjálfur. Dæmigert ADHD. Já. Já, ég er mjög góð í þessu sko. Ég tengi alveg þetta. Það ekki. Þá ætla ég bara að fá einhvern næsta tengda aðila upp á sviðan, allam á. Sebit, gjör svo vel. Sebit, já. Okay. Let me get this up here quick, buddy.
Ég er rétt í. Góðan daginn öll saman. Til að listveislu ljóðahátíð. Ég ætla að lesa nokkur ljóð eftir sjálfa mig. Byrjum á ljóðum ríkið. Margt og mikið gerði ég fyrir ríkið. Fyrir mig og ég fyrir nú... Nei, byrjum aftur. Ljóðum ríkið eftir Atla Má Haraldsson Seifits. Margt og mikið gerði ég ríkið fyrir mig og ég fyrir þau. En nú er ég löngu látin og þú ert einn á láni. Háskólaljóðið. Nú útskrifað hátt settur, fjör og gaman og að læra að fræða sig saman. Því hér er draumadraman, ég ger allt fyrir annað, ekki drama. Ljóðum blindu eftir Atla Má Haraldsson Seifits. Fékk margt að sjá og lækningum með gerum sem hjálpuðu mikið. Þökk sé Guði og læknum, nú er lítið að sjá. Segi ég já, minningar góða sínar, hugsa gamla þau hlýju daga. Guð mun aldrei fara frá mér, hann mun alltaf reyna að lækna og akilli minni að sinna, bæði frá jörðu til himna, þó svo ég muni minna. En er ég glaður að hafa fengið að sinna fjölbreyttum verkefnum á yngri árum, vona þau verða fleiri bráðum. Takk fyrir. Takk æðislega fyrir allir, þetta var æði. Næst ættum við að fá Skotti Sól. Gjörið svo vel. Hæ, ég heiti Brynhildur Birta Magnúsdóttir og ég skrifa öll ljóðin á ensku. Smile. All life is wonderful. Life is not forever. So do everything you want. Doesn't matter how large or small. Like the sunrise, you are beautiful with a big hug and friendly smile. Aches. My heart aches when I don't know if someone can love me like you do. Life. I don't want to live without you. You're my sun and I'm your cloud. You're the flower and I am the ground. Anymore. I don't want to live anymore, but still I want to live for them, my family, dreams and love. Life. My family is my whole world. I love them and will do everything for them. Like the sun, you're my light. Takk æðislega fyrir, steinkljóð. Gaman að hafa á mörgum tungumálum. Þannig að já. Svo ef að einhverju fleiri vilja síðan segja einhverju ljóð í lokin, þá verður hægt að bara hafa open mic þá. En ef við fá næst á sviðana Ellu, gjörðu svo vel. Það er kannski sumir sem að þekki ekki Flóvegg, en ég er alveg Flóvegg. Já, það vill gerast. Ég er að hugsa að ef einhver sama bara fá að byrja aftur. Já, ekkert mál. Það var svo vont, svo hræðilegt. Þetta var svo óréttlátt. Ég veit ég er öðruvísi, en það er ekki satt og ekki rétt.
Ég er ekki skrýmsli eða einskis verð ógeð sem er ekki þess verð að anda og á að gera heiminum greiða og bara að drepast. Og það er ekki rétt að ég sé bara til þess að vera með leiðindi. Ég er hér, ég á það skilið og ég veit það. Ég veit það mjög vel. Þess vegna er ég glöð að bara vera ég. Þess vegna er það og var alveg besta tilfinning í heimi þegar ég uppgötvaði það að ég er þess virði. Minningar mínar, ég er að byrja að missa þær. Ég hata það. Ef ég bara væri heilbrigðari, þá væri það betra. Ég gefst ekki upp. Ég geri mitt besta. En ég veit að ég er búin að tapa. Allir eru að flýta sér, en ég er bara að slaka. Set á sófann, fæ mér gos, fer að horfa á eitthvað bölvaða vitleysu, alveg heiladautt. Treð svo í mig súkkulaði og slaka. Það er allt og sumt allt sem ég þarf. Ég þarf ekki meira. Og svo kemur hérna síðasta. Þetta er ljóð sem að ég orti til systur minnar, hennar Cecilíu. Lítil dúlla í bleikri peysu, snúð í hárinu og bláum gallabuxum, situr við hliðina á mér. Heitir Unnur, hún uns og punsa, í hvítum skóm, svo sæta systir mín. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ella. Eigum við næst að fá Gunnar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég heiti Gunnar Þorkell Þorgrímsson og ég ætla að lesa Góður dagur. Í dag er góður dagur, bjartur og fallegur dagur, litríkur og fallegur, já og hann er mjög fallegur dagur. Góður dagur, kátur dagur.
Splash. Tap, tap, tap held the drops, pestering populations, perpetuating life's death, pacifying passion, flowing down pipes and streams. Sudden, sharp, sacred, swift and strong, the sound of the water's song. Clanks and ice, so cluttered, cold and clear. Clouds covering, winter weathering, snow steals the sun. Honest and good men. First, call them aliens, vermin and rats, while you don the military hats. Say they're violent, keep them silent, merely dirt beneath your feet, blood flowing down the street. Burn their art, steal their heart, burn their clothes, nothing next. Keep the rest in your chest. Second, separate them, always to stop the mayhem. They spit, you hit. They ache, you bleed. They scream and dispute, you beat and shoot. Your bodies in the grave, worthless like a snake, your spirit betrayed, you think. Third, say you're cleaning, but hit them no meaning, nothing to mean. You are defending, they are offending. They anger you and should be dead. They spoil the dirt on which they tread. They an illness wishing to spread. Your soiled hands follow the red. Before no wealth, now no health. The land shall be pure, safe, sound, and secure, for whom you're not sure. There was a disaster before, others point to this war. They use an ugly word, a term utterly absurd. Not here, not in this land, crime of crimes by your hands. Last, deny and deny, to you it doesn't apply. It's different this time, your words covered in grime, covering a true crime. At the end of the scandal, veil and light a candle. Many will search the missing, use it reminiscing. A hysterical and extreme clan, you an honest and good man. Já, þá bara þekkum við Benediktu og öllum ljóðskáldum sem hafa komið hérna uppi. Einhverju fleiri sem að vilja lesa? Nei. Nei? Sure. Já, gerð svo vel. Já. Hæ, ég Birgir og ég ekki ljóðskáld, en ég ætla að reyna mitt besta. Syngja, ég segja ljóð á ensku. Whose egg is that? I think I know. It's the owner. He's quite happy though. Full of joy like a vivid dimple. I watch him laugh, I cry hello. Æðislegt, takk fyrir þetta, Birgir. Þá erum við í raun og veru búin að lesa ljóðin í bili, en við erum ennþá með alls konar sem við getum skoðað. Og hérna á þessu borði þá er hægt að skoða verkin sem listvinnslan er að vinna í og bara hér rýmið og svo er bara að gera að spjalla saman bara frá sér Coca-Cola og Prins Polo og snakk. Það er alveg lúxus búið hér. Og við bara, já, aftur minna á að endilega fylgjast með átaki á samfélagsmiðlum og listvinnslunni og bara höldum áfram að skapa saman.